Donni Sigurðsson, þjálfari Þór. Donni, það stendur mikið til á morgun, þriðjudag. Íslandsmeistara Breiðablik mæta Þórsvöll. Hvað ætlum við að gera? Já, við ætlum að mæta það með fullri hörku og vinna hann leik. Gerum ekki bara endurtöku leikinn frá því fyrra? Við tókum þær þrátt fyrir það að þær voru miklu siglingu alls sumar og tókum við að 2-0 hérna. Já, við vorum betri heldur en Breiðablik fyrra og við erum betri en Breiðablik í ár og við bara sýnum hver ræður og vinnum henni leik á morgun. Segjum við Donni, Breiðablik hefur verið á miklu flugi, veru taplausar, búin að skora 9 mörk, fá sér 1. En ertu búin að kortleggja þér eða bara þú veist nákvæmlega hvað á að gera? Já, þetta er sama Breiðabliklið og hefur verið undanfarin ár. Við þekkjum hvern og einn og einasta leikmann í þeirra liði og þetta snýst bara okkar stelpur að þær ná upp sínum leik og ná fara eftir fyrirmælum og ná bara að kreista allra mest úr sjálfur sér þegar þá vinnum við klárlega leikinn þegar við, eins og ég segi og ég er ekkert að kynast með það, við erum betra lið heldur en Blikalið. Þær eru búin að spila við töluvert slakari lið heldur en við upphæðu móts og eðlilega með 9 stig, það var skildu sér allir. Þannig að við nú er bara að koma okkur og við ætlum að halda áfram á þeirri góðu siglingu sem við erum á og mæta fullir alvöru og klára hann leik. Þið varu góðu flugi þegar þið flugu til Eyja síðast og sóttu þar 3 stig? Já, bara frábær leikur okkar hálfu, spiluðu mjög vel og bæði með og móti vindinum. Það voru 2 hálfleikar þar, eða svo sem eins og í flestu leikjum, en það var hörkugóður leikur og liðið sýndi frábæra spilkafla í þeim leik og skoruðu mjög góð mörk og skoruðu með þess að fleiri mörk sem voru dæmd af okkur og svo framvegis, þannig að við erum bara á góðri siglingu og ég er mjög spennt fyrir morgundinn. Og við vorum að fá smá liðstyrk svona part úr sumri? Já, bara engin spurning, mjög öflugur leikmaður sem við fengum þarna og mjög spenntur fyrir því að sjá hvernig hún pluma sig í okkar góða hópi, flottur karakter og góða leikmaður og bara spenntur að sjá hvernig þetta fer. Og þetta er náttúrulega leikvið samkeppni í liðinu, þannig að þetta er bara til góðs. Já, það er náttúrulega bara stæðsta í þessu, sko. Við vorum alls ekkert ósátti með hópinn eins og hann var, langt frá því. Við vorum bara, þessi leikmaður datt bara inn á borðið hjá okkur og rauninni var í boði og þá eðlilega tökum við stöðun á því og klálega einhver samkeppni og einhver breytt og gerir okkur bara enn sterkari sem held. Þessi er gott dett, eins og einhver myndi segja. Já, nákvæmlega, klálega gott dett þar. Donni, við viljum sjá alveg fullt af fólki í stúkunni á morgun. Hvað er pláss fyrir marga? Já, pláss fyrir bara endalaust eins og húsi lifi. Við viljum klálega sjá fullt af áhorfendum á morgun. Þetta er gríðarlega stór leikur fyrir okkur, engin spurning og við ætlum okkur stóra hluti í sumar, engin vafi, þó hafi kannski ekki allir trúið því, þá ætlum við okkur það og við höfum svo sannlega trúið því. Þannig að ég gerir fastlega ráð fyrir því að fólkið okkar mæti á morgun, ég gerir bara kröfu á fólkið okkar að mæta á morgun og halda áfram með trommunar og búa til góða stemningu eins og hefur verið hérna. Þór hefur aldrei tapað heimaleik hingað til í deildaði bikar á mínum ferli, hér á mínum tíð. Þannig að við ætlum ekki svo sannlega, í bikarendar, við ætlum ekki sannlega ekki að tapa deildarleik á morgun, engin spurning. Þannig gott fólk, þið heyri hvað Donni segir, fyllum fjáran stúkuna. En þú ert klár á leikinn og allir leikmenn aðrir klári? Já, engin spurning, við verðum klár og það er svona örlítið kannski forföll en við verðum alveg klárlega með 11 hörkugóða leikmenn inn og aðra klára til þess að koma inn ef það þarf. Það er alltaf maður í mannstað. Það er engin spurning, sérstaklega þessum hópi. Takk ykkur vel. Takk fyrir það.